Takk fyrir það, Gísli. Kosningavika að baki og það eru allir að missa sig yfir hegðun eigenda Miss Grand International í Las Vegas. Arna Ýr Jónsdóttir hætti í keppni eftir að fengi skilaboð að hún væri of feit fyrir keppnina og hún þurfti að létta sig fyrir lokakvöldið. Við skiptum yfir á Arnar Pál Hauksson, fréttamann RÚV, sem flytur okkur ítarlega fréttaskýringu um málið. Hvernig láta það feita vera? Arnar, þú veist eitt verkefni. Ísmólar eru fluttir til landsins í tonnavís frá minnstakosti 3 löndum beggja vegna Atlantsála. En nú verðum við að horfast í augu við þá ísköldu staðreynd að menn eru farnir að flytja ísmóla til Íslands. Innflutti klakinn er alltaf 40% ódýrari en sá sem framleiddur hér á landi og ég hef ekkert þetta að segja. Mér finnst þetta bara fyndið. En að máli vikunar, kosningar. Eina tímabilið þar sem almenningur leyfir ókunnugu fólki að láta sér líða eins og skilnaðarbörnum. Það er bara allt í þessu. Ég ætla að leyfa Sigríði að komast að. Kosningaþátttaka ungs fólks hefur verið til umræðu undanfarin ár, aðallega vegna þess að allt bendir til þess að minnki stöðugt. Þegar svona gerist setur gáfað fólk sig í stellingar, rýnir í kosningahegðun og reynir að finna ástæðu fyrir því að ungt fólk mætir ekki á kjörstað. Lýðræðisherferðir eins og Ég kýs eiga sannfæra ungt fólk að kjósa og frægt fólki fengið til að koma fram í myndböndum þar sem ungt fólk hvatt til að láta atkvæði sitt ekki fara til spillis. Jó, krakkar, miðaldra Hjörvar hérna. Hey, ég veit þið vilja öll chilla heima eða fá ykkur spikfeita pítsu. En ég mætti til að segja ykkur að kjósa. Kjósum! Kjósum! Kjósum. Kjósum. Og ég er sekur. Ég tók þátt í að framleiða þetta myndband og kom meira að segja fram við því sjálfur. Ekki láta mig fram hnén. Ég fer á hnén. Kjósum, ég fer á hnén. Ég er komin á hnén. Ég veit ekki til þess að myndbandið hafi haft nokkur áhrif og ég sé núna hvað það er slæm nálgun að segja ungu fólk að kjósa. Mér líður pínu eins og ég hafi verið að kenna bíógestum slæma aðsókn af mynd eins og Battlefield Earth. We've decided to keep you here for another 50 cycles. With endless options for renewal. With endless options for renewal. With endless options for renewal. En stjórnmálin hafa brugðist ungu fólki. Leigumarkaðurinn á Íslandi hefur verið framseldur til fyrirtækis í Kaliforníu. Fólk með fínustu tekjur á varla efna á því að eignast börn og Pip heitir núna Sirius Pralín súkkulaði sem er eins og breyta nafninu á kóki í svartur þorstadrykkur. En því miður fyrir stjórnmálin þá dugir ekki lengur að panta pizzur og kaupa bjór til að veiða atkvæði. Stjórnmálamenn velta fyrir sér af hverju ungt fólk mætir ekki á kjörstað en beint fyrir fram að nefi á þeim greina fjölmiðlar reglulega frá því að lífskjör ungs fólks hafi dregist aftur úr kjörum annarra hópa. Þegar horft er til unga fólksins, þar að segja 16 til 29 ára, kemur hins vegar í ljós að kaupmáttur þess hefur aðeins aukist 9%. Þetta eru mjög afgerandi tölur. Það því það er stuttu máli að það er eins og málaflokknum sé stýrt af Mr. Burns. I'll keep it short and sweet. Family, religion, friendship. These are the 3 demons you must slay if you wish to succeed in business. En þetta voru slæmu fréttirnar. Góðu fréttirnar eru þær að í kosningunum á morgun er mjög margt nýtt fólk á listum hjá öllum flokkum. Fréttatími greinir frá því að miðað við kannanir stefni að metfjöldi nýliða setjist á þing. Með nýju fólki fylgja breyttar áherslur og miðað við stefnuskrá flestra flokka virðist vera vilji til að gera betur. Meira segir málefnum ungs fólks. Og við þau sem eru ekki viss hvaða flokk eða hreinlega hvort þið ætla að kjósa, vil ég bara segja að þið eru ekki ein. Ekki frekar en þessar endur.